Með staðgöngumæðrun átt við þær aðstæður þegar tæknifrjóvgun framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og láta það af hendi til hennar strax eftir fæðingu. Staðgöngumæðrun alfarið óheimil hér á landi samkvæmt núgildandi lögum. Talsverður áhugi hins vegar á því hjá íslenskum stjórnvöldum að leyfa staðgöngumæðrun við viss skilyrði. Og heilbrigðisráðherra hefur nú skipað vinnuhóp til að skoða siðfræðileg, lögfræðileg og læknisfræðileg álitaefni varðandi staðgöngumæðrun og hvort leyfa eigi hana. Ef að að ræða einstaklinga sem að koma að þessu sem að gera þetta í fullkominni sátt og svo sem að fara að ganga með barnið, hún á engan hátt kúguð og kemur inn í þetta og finnst hún sjálf hafa hagað þessu, þá sé kannski fljótu bragði ekki hægt að sjá neitt athugavert við þetta, það gagnist öllum. Það hefur þó verið greint á milli tvenns konar aðstæðna jafnvel í þessu tilfelli og þá annars vegar aðstæðna þar sem að staðgöngumóðirin fær greitt fyrir þetta og hins vegar þegar hún fær ekki greitt fyrir þetta heldur að þetta sé frekar svona gert af ákveðin svona velgjörð eða gert af kærleika til parsins sem á svo ala upp barnið. Og það kannski þau tilfelli sem að flestir eru jákvæðasti gagnvart. Þetta mjög sorglegt þegar að kannski kona lendir í því að annars algjörlega heilbrigð kona kannski sem lendir í því að missa legið af einhverjum orsökum. Hún hraust, hún með egg, hún ung, hennar maður með sáðfrumur, þau geta ekki eignast barn af því að það vantar umgjörðina og ég veit tilvik þar sem að kannski systir hefur haft áhuga á því að ganga með barnið fyrir systur sína og slík tilvik gætu verið mjög farsæl. Það einmitt þannig dæmi sem við ætlum að segja ykkur frá. Það að segja konu sem gekk með barn fyrir systur sína fyrir tæpum 13 árum. En systir hennar og mágur hafðu reynt árangurslaust í 20 ár að eignast barn. Ég var búin að hugsa þetta í mörg ár. Ég var búin að hugsa leiðir hvort að ég gæti hugsanlega gert eitthvað til að hjálpa þarna. Og það mæli segja þegar ég eignaðist elstu dóttur mína, mitt fyrsta barn, þá opnuðust náttúrulega flóðgáttir tilfinningarlega. Þegar ég áttaði mig hvað þetta stórt í lífi einstaklings að eignast barn, að þá má eiginlega segja að ég ákvað þá þegar að sama hvernig ég færi að því að systir mín skyldi fá að upplifa þessa hamingju. Og það má eiginlega segja, ég nú svo heppin að ég gift manni sem að sagði bara þegar ég stakk upp á þessu við hann, þá svarið frá honum fyrir þau, já, sem að lýsi líka kannski þeim í nótskot líka. Því að þetta náttúrulega fólk sem að okkur þykir alveg óskaplega væntum og treystum. Og hvað svo? Nú, það má eiginlega segja skemmtilegasti kaflinn hófst sem var að búa til barnið. Og það var alveg gagngert? Það var gagngert í þessu tilgangi, já. Við ræddum við okkar nánustu. Við ræddum við foreldra mína, við ræddum við foreldra hans, við ræddum við börnin hans, eldri börnin, að við vorum alveg á því að þetta yrði að vera opið. Þannig að þetta hefur alltaf verið á allra vitorði? Já. Og miklu betra umgangast málið þannig? Já. Við kærðum okkur ekki einhverja flækjur sem kæmu upp á eftir á. Ef einhver eru haldið leyndu, Hvernig gekk svo meðgangan fyrir sig? Þetta var náttúrulega bara hefðbundin meðganga. Ég var bara stór og fett og svo kom barn. Voru lagaflækjur og svona mótstæði í kerfinu? Já, það má segja, ég var í þeirri frábæra aðstöðu að ein mjög góð vinkona mín sem lögfræðingur. Hún bjó á sama stað og ég á þessu tíma og hún gaf mér alveg feikilega góða leiðsögn, og sem sagt benti mér á hvaða lög og annað myndu heimil okkur að gera þetta. Fólk átti það til að hrökkva í vandamálagýrin. Ef þið eru að gera þetta, hvað að? Og það má eiginlega segja að á þessum tíma þá veitti það mér heilmikið stuðning að ég náði sambandi við lögfræðing sem starfaði þá í dómsmálaráðuneytinu, hann Stefán Eiríksson, sem núna
lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins og hann tók mig strax mjög vel og leiðbeindi mig mjög vel í þessu máli, sko. Hvernig var að láta barnið af hendi til systuriðinnar þegar þú fættir það? Það má eiginlega segja að ég gladdist með þeim og bara að upplifa þessa hamingju þegar fólki fekk barnið í hendurnar. Það var bara dásamlegt. Og stúlkan sem er 12 ára núna, hún veit alla málavexti? Já, hún veit allt á reynu og það er alla systur, sko. Og þetta við erum bara ákaflega stolt af þessari litlu stúlku og stolt af því að hafa gert þetta, að hafa klárað þetta mál. Þetta verður allt gengið vel og það má eiginlega segja eftirköstin eru 11 ára í dag, hún er að vera 11 ára. Sem sagt önnur stúlka sem kom. Ja. Þannig að þú varst ólítið aftur og eignaðist aftur. Við héldum þessu möguleika opnum, við vissum það sko að þetta gæti orðið eftir á fyrir mig. Við náttúrulega vissum ekkert hvernig ég myndi vinna úr þessu máli eða við hjónin, sko. En með góðum stuðningi og þá var það bara sem betur fyrr, gekk allt vel. En við fundum þá fljótlega að ég þurfti að fá eitt barn í viðbót.